Komið sæl. Klukkan orðin 1 og við viljum endilega byrja og reyna að halda tíma áætlun. Ég heiti Borghildur Sigurbergsdóttir, ég er næringarráðgjafi hérna á Sjúkrahúsinu á Akureyri og kem til með að sjá fundarstjórn hérna í dag. Ég vil bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þennan 8. árlega næringardag Sjúkrahússins á Akureyri, þar sem umfjöllunin í dag krabbamein og næringu. Sá fyrsti sem við erum svolítið stolt af að þetta skuli hafa haldið áfram í öll þessi ár, að við héldum fyrsta næringardaginn árið 2013 á 10 ára afmæli næringarteymisins og höfum haldið okkur við að reyna að koma saman einhverri dagskrá næringu sjúkra á hverju ári. Það er skaplega ánægð með það. Núna í dag þá erum við í fyrsta skipti að halda daginn dagskrána rafrænt út af ástandinu og það reynir á ýmsan hátt, tæknilega og samskiptalega, þannig að við vonumst til að þetta gangi bara allt saman smurt fyrir sig hér í dag. Við erum með úrvalsfólk í öllum sætum og það er bara spennandi dagskrá framundan. Við erum með 3 fyrirlestra. Fyrsti fyrirlesturinn kemur frá almennu göngudeildinni hér á sjúkrahúsinu og þau eru 4 sem deila honum og kalla fyrirlesturinn sinn krabbamein skiptir næringin máli, setja þau sem spurningamerki. Og það eru þau Friðbjörn Sigurðsson sem er blóð- og krabbameinslæknir hér á sjúkrahúsinu, Elva Sigurðardóttir sem er hjúkrunarfræðingur á almennu göngudeildinni, Inga Margrét Skúladóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur á almennu göngudeildinni, en þar fer fram krabbameinslyfjameðferð og eftirlit með krabbameinssjúklingum og heimahlýðningin heyrir undir þá einingu sömuleiðis. Síðan í lokin kemur Dóra Jóhannsdóttir sem er hjúkrunarfræðingur í heimahlýðningu, en hún hefur sérhæft sig í krabbameins- og líknarhjúkrun. Þau deila fyrsta klukkutímanum eða svo og í kjölfarið kemur svo Brynhildur Sigurðardóttir sem er klínískur næringarfræðingur á blóð- og krabbameins lækningadeildum Landspítalans, bæði legu-, göngu- og dagdeildum og í lokin Elísabet Arnardóttir, hún er talmeinafræðingur á Landspítala og síðan lýkur dagskránni með umræðum. Það er hægt að setja inn, ég vil endilega hvetja ykkur öll sem eru þátttakendur rafrænt að ýta á hendina og ef þið hafið spurningar eða athugasemdir eða viljið taka þátt í umræðunni. Svona dagskrá nýtist náttúrulega best við umræður og við getum skipt svolítið kannski á spurningum og svörum eða athugasemdum eftir því sem líður á dagskrána. Það er einungis 2 tíma dagskrá, þannig að við þurfum að kannski láta þetta ganga svolítið hratt og reyna að passa upp á tíminn haldist. En endilega ýta á hendina ef þið viljið koma inn athugasemdum eða spurningum. Við hleypum ykkur að eftir því sem líður á dagskrána. En við skulum bara byrja. Það eru sem sagt fyrirlesturinn frá göngudeildinni og það er hann Friðbjörn Sigurðsson sem byrjar og fyrirlesturinn krabbamein skiptir næringin máli. Gjörðu svo vel, Friðbjörn. Góðan daginn, komið sæl og gleðilega næringardag. Við ætlum að nærast vel hérna í dag eins og sjáum. Og hérna er heilmikið efni framundan. Núna meðan ég er að borða og kyngja, þá ætlum ég að biðja ykkur öll að finna til blað og blýant. Því að nú verður spurningakeppni. Og hver veit nema að það verður dregið úr réttu svörum svo hérna í lokin. Við sjáum til með það. En það gæti verið að það væri svona verðlaun við sjáum til með það, hvort við borðum þetta eða hvort við veitum verðlaun. En hvað það við skulum drífa þetta áfram, en hér er það sem við ætlum að tala í dag. Þið voru búin að heyra hverjir ætla að tala og við ætlum að skipta með okkur næstu 50 mínútum eða svo á þennan hátt. En núna fáum við spurningarna sem ég veit að þið bíðið spennt eftir. Og þær eru þessar. Þetta eru hraðaspurningar, þannig að þið merki bara við 1 og upp í 10, skrifið númerinn 1 og þið skrifið bara rétt eða vitlaust, R eða vaff. Þið er langfljótast að gera það. Og fyrsta spurningin er,
Súrt mataræði veldur krabbameini, því matasódi gagnlegur í meðferð. Er þetta rétt eða vitlaust? Merkið nú við, eða vaff. Og næsta spurning. Sykurstautt fæði lengir líf krabbameinssjúklinga. Rétt eða vitlaust? Rannsóknir hafa sýnt að næringarráðgjöf snemma í ferlinu lengir líf krabbameinssjúklinga. Tilbúin í næstu. Kannabis bætir matarleys krabbameinssjúklinga, veldur þyngdaraukningu og nær án aukaverkana. 5. spurning meðferð sem þróuð var af Jóhönnu Budvig, sem samanstendur af kotasælu, jógúrt og hörfræolíu, bætir lækningalíku krabbameinssjúklinga. 7. spurningin það vantar sárlega matstól varðandi næringu í sögukerfið. Rétt eða vitlaust? 7. Mæling á albúmín og CRP í blóði gagnleg til að meta horfu krabbameinssjúklinga. Hjá vannærðu sjúklingum mikilvægt að koma fullri næringu á stað sem fyrst. Nýgengi magakrabbameins á Íslandi í beinum tengslum við mataræði. Og svo síðasta spurning, krabbamein, skiptir næring máli? Ég vona þau öll náða svar í flýti, hvort rétt eða rangt, en í lokin munum við aftur fara þessar spurningar og við skulum sjá hvort það væri eitthvað breyting á ykkar svörum. Það sem við ætlum að fyrst og fremst að gera í dag að við ætlum að fara yfir leiðbeiningar sem við fundum annars vegar frá Bandaríkjunum og hins vegar frá Evrópu næringu krabbameinssjúklinga. Og nú ætlar fyrsti fyrirlesarinn, hún Elva, að taka við. Já, komið sæl, Elva heiti ég. Það svona aðalega tvennt sem ég ætla að fara yfir með ykkur í dag og það annars vegar vangaveltu krabbameinssjúklinga og aðstandenda varðandi næringu og hvort til sé einhverjar íslenskar leiðbeiningar mataræði fyrir krabbameinssjúklinga. Flest okkur setjum við næringu í samhengi við góða heilsu. Næringin eitthvað sem við getum í flestum tilvikum haft stjórn á. Sumir sjúklingar velta því fyrir sér hvort mataræði geti haft einhver áhrif á framvindu krabbameinsins. Hvort eitthvað ákveðið mataræði geti hraðað á sjúkdómunum, hægt á honum eða jafnvel upprætt hann. Og það spyr sig ýmsar spurninga, ætti ég að sleppa ákveðnum fæðutegundum, ætti ég að auka neyslu ákveðnum fæðutegunda, ætti ég að taka fæðubótarefni, hvað með náttúrulyf, og hægt að nota þau, gera þau gagn, og fáum ýmsar svona spurningar. Fólk velti jafnvel fyrir sér algjör breyting á mataræði og fer að hugsa eitthvað sérfæði, grænmetisfæði, veganfæði, makrobíótískt fæði, ketofæði, paleófæði, lágkolvetnafæði, plöntufæði, svo myndi lengi telja. Og ef við förum á netið og ég prófaði það og fór inn á bara slóin leitarorðin á Google, mataræði og krabbamein og tölvan gefur á innan við sekúndu kemur með 70.000 niðurstöður. Þetta rosalega mikið og þar eru ýmis ráð, sum örugglega góð og önnur ekki eins góð. Og þetta getur auðvitað valdið óvissu og kvíða og fólki sem að leita að upplýsingum. Og þarna svona dæmi vefsíður sem kom upp, það mjög margar. Það mjög mikið af svona efni á netinu. Alls konar mataræði, grænmeti, ávextir og eitthvað sem á að geta verndað okkur fyrir krabbameini. Og svo til fólk sem telur að lækna með krabbamein með mataræði. Og þessi grein vakti áhuga, hún birtist á vef Náttúrulækningafélagsins og það Jónas Kristjánsson læknir sem skrifaði. Og þetta frásögn Kristínu Nolfe, en hún var læknir sem útskrifast árið 1907 og greindist með brjóstakrabbamein og taldi að hægt var að lækna krabbamein með hráfæði. Og ég ætla að lesa hérna brot af hennar frásögn. Ég hafði margsinnis sagt til sjúklinga mína að ég væri viss að hráfæði gæti lækna krabbamein ef byrjað væri í tæka tíð. Nú var tækifæri til að reyna hana við krabbameini á sjálfri mér og sýna svart og hvítu og hægt væri að lækna krabbamein með hráfæði. Næstu mánuði nærðist ég eingöngu á hráfæði og auk þess var ég í sólbaði 3 klukkustundir á dag allsnakin. Eftir fáeina mánuði fannst mér ég vera orðin albata. Enn ég vel frísk, meira að segja mjög heilsugóð. Fæ aldrei kvef, kenni mér einskis meins, vinnutrygg í besta lagi og alltaf í góðu skapi. Ég borða enn eingöngu hráfæði
og smám saman mér farið að þykja það betra en allur annar matur. Æxlið horfið að undanskildu öri. Ef þið hafið áhuga að lesa þessa frásögn í heild sinni, þá finnið hana inn á vef Náttúrulækningafélagsins. Í Morgunblaðinu bara núna í september, þá kom grein sem Heiða Ragnarsson skrifar náttúrulegar meðferðir við krabbameini. Og þar er hann helst að tala 2 meðferðir. Það Hoxeys meðferðin annars vegar og svo Budwig meðferðin. En báðar þessar meðferðir miða að því miða við ákveðið mataræði. Og í Hoxeys meðferðinni líka talið að það sé gagnlegt að taka inn ákveðið jurtasið sem kallast nú orðið Hoxey tonic. Og það meðferðarstöð sem í Mexíkó sem sinnir þessu. En aftur á móti Budwig meðferðin, hún aðeins öðruvísi, en hún snýr líka að mataræði og þar talið að sé góð aðferð að hræra saman kotasælu og hörfræsolíu og blanda þessu vel saman og borða nokkra skammta af þessu yfir daginn. Þetta eigi að hjálpa til að ráða niðurlögum krabbameins. Og já, maður kannski. Þarna fundum við heimasíðuna fyrir Hoxey stofnunina í Mexíkó. Geti kíkt á það. Já, svo langar maður að segja ykkur aðeins frá upplýsthópnum. En 2012 var stofnað vinnuhópur fagfólk sem vekur athygli og fjalla gagnrýni ýmiss konar bábiljur tengdum heilsu og matvælum í samfélaginu. 20 sérfræðingar á ýmsum sviðum heilbrigðissviða og raungreina í þessum hóp. Enginn í hópnum hefur nein hagsmunatengsl og allt þetta efni unnið í sjálfboðavinnu. Og þetta fólkið á bakvið upplýsthópinn, fullt af flottum sérfræðingum, því þekki eflaust einhverja. Það erfðaráðgjafi, læknar, hjúkrunarfræðingar, fleiri. Og upplýsthópurinn fjalla meðal annars fjölmargar ósannar en lífseigar þjóðsögur sem til eru krabbamein og meðferð þeirra. Slíkar þjóðsögur geta valdið ruglingi, efa, ótta og óvissu þegar síst skyldi. Á vef Krabbameinsrannsóknarfélags Stóra-Bretlands eru 10 slíkar sögur teknar fyrir og hraktar með rökum og tilvísunum í heimildir og upplýsthópurinn fékk leyfi þeirra til að þýða og endursegja þessa pistla og kallast það einu nafni 10 lífseigar þjóðsögur krabbamein hraktar. Og þetta eru þessar 10 sögur. Þið getið séð það inn á upplýst.org. Og ég ætla að taka aðeins eina þeirra fyrir þjóðsögn númer 4 sem heitir krabbamein sykurfíkill. Hugarburður sem við oft verðum vör við að sykur fóðri krabbameinsfrumur og því ætti að útiloka sykur úr fæði krabbameinssjúkra. Sykur safnheiti fjölda efnasambanda, þar með talið einsykrunguna glúkósa og frúktósa sem finnast í jurtum. Kolvetni, hvort sem þau koma úr köku eða gulrót, losa meltinguna bæði glúkósa og frúktósa og það veitir svo líkamanum orku. Allar frumur, hvort sem þær eru illkynja krabbameinsfrumur eða ekki, nýta orku úr glúkósa. Vegna þess að illkynja krabbameinsfrumur vaxa og fjölga sér óeðlilega hratt, þá nýta þær sérlega mikið af þessu eldsneyti. En það þýðir ekki að sykur úr kökum og sælgæti og annarri sykurvöru fóðri krabbameinsfrumur framar öðrum kolvetnagjöfum. Líkamar okkar stjórna því ekki hvaða frumur fá hvaða næringarefni. Þó að það sé afar skynsamlegt að takmarka sykurvöru almennt sem hluta af hollu fæðuvali og leið þess að takmarka þyngd, þá fer því fjarri að það sé sama og sykur fæði krabbameinsfrumuna sérstaklega. Og svo skoðum við aðeins hvort það væri til einhverjar íslenskar leiðbeiningar mataræði fyrir krabbameinssjúklinga og skoða eftirfarandi vefsíður Landlækni, Krabbameinsfélagi, Kraft og Landspítalann. Í grófum dráttum ráðlagt að velja fyrst og fremst matvæli sem eru lítið unnin og ríka næringarefnum frá náttúrunnar hendi. Almennt sér ekki talin þörf á fæðubótarefnum en á Íslandi þó mælt með inntöku á D-vitamíni. Með þessu mataræði talin minni hætta á flestum fæðutengdum langvinnum sjúkdómum. Krabbameinsfélagið byggir sínar upplýsingar á ráðleggingum landlæknis og á vef Krabbameinsfélagsins má finna tengil sem vísar í ráðleggingar HÚ og Evrópsku krabbameinssamtakanna
og eru þær aðlagaðar að íslenskum aðstæðum. Inn á vef Krabbameinsfélagsins líka mikið svona forvarnastarf. Með því að halda sér í hæfilegri líkamsþyngd, borða hollan mat og hreyfa sig hægt að draga líkum krabbameini. Á vef Kraft sem fyrir ungt fólk með krabbamein, þar mjög mikið af góðum ráðum sem tengjast ýmsu sem við kemur næringu, matarlyst og fleiru. Á vef Landspítalans má finna klínískar leiðbeiningar frá árinu 2011 næringu sjúklinga. Ekkert fræðsluefni fannst sem ætlaði krabbameinssjúklingum sérstaklega. En getur mataræði forðað myndun krabbameins? Sumir fá krabbamein þrátt fyrir að lifa mjög heilbrigðu lífi. Hollt mataræði sem dregur líkum á krabbameini svipað því sem ráðlagt til að minnka líkur á öðrum sjúkdómum eins og sykursýki og hjartasjúkdómum. Ég ætla að sýna hérna 2 glærur nýgengi magakrabbameins annars vegar og þar sjáum við til dæmis bláu línuna og þetta eru tölur frá 1959 til 2018 og þá má sjá að nýgengi magakrabbameins hefur snarlækkað og það talið megi rekja að einhverju hluta til þess að mataræði hefur breyst. Það minna reyktan og saltan mat. Þar geymsluaðferðir yrðu betri. En aftur á móti krabbamein í ristli, þá sýnir að nýgengi hefur aukist og menn spyrja sig hvað það sem veldur. Ýmsar upplýsingar og fræðsluefni það hvað við getum gert til að reyna að minnka líkurnar til að fá krabbamein má finna á vef Krabbameinsrannsóknarfélags Stóra-Bretlands. Þeir hafa gefið út til dæmis fínan bækling. Þar fjalla þeir þessi 6 atriði. Til að forðast frá krabbamein skaltu ekki reykja, lágmarka neyslu áfengis, ekki verið yfirþyngd, hugsa mataræði, stunda reglulega hreyfingu og varast sólina. Komið sæl, Inga Margrét ég og ég ætla að fjalla skimun og mat af vannæringu. Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á það að næring og hreyfing hafa forspárgildi hvernig sjúklingi reiðir af í meðferð og eftir meðferð. Sjúklingar sem hafa fengið krabbamein eru í aukinni áhættu að fá annað krabbamein eða aðra sjúkdóma eins og hjartasjúkdóma, sykursýki, beinþynningu og fleira og skiptir mataræði og hreyfing þá einnig miklu máli. Vannæring algengur fylgikvilli krabbameins og meðferðar þess og getur haft neikvæð áhrif á útkomu. Og aukaverkanir krabbameinslega meðferðar geta leitt af sér minni líkamlegrar mótstöðu og vannæringu. Þyngdartap getur orðið mikið eða jafnvel allt á 50% eftir tegundu krabbameina. Skimun og mat á næringarástandi sjúklings við greiningu mikilvægt til þess að hægt sé að bæta næringarástand sjúklings. Reglubundinn mat á næringarástandi í sjúkdómsferlinu skiptir máli til þess að geta brugðist við sem fyrst. Nokkur hugtök sem ég ætla að renna yfir, það vannæring, verulegt þyngdartap, lystarleysi, vöðvarýrnun. Til eru mismunandi aðferðir til að meta þyngd. Líkamsþyngdarstuðull metur þyngd eða massa miðað við hæð og ein aðferð til þess að meta þyngd. Mæling á ummáli mittis gagnleg aðferð til þess að hugmynd hvort einstaklingur sé í aukinni hættu á heilsufarsvandamálum vegna mikillar líkamsfitu. Ef mittismál meira en 102 cm hjá karlmanni eða yfir 88 cm hjá konu það vísbending aukna áhættu. Fitulaus massi mælir þyngd ef engin fita væri til staðar, reiknar sem sagt þyngd líffæra, beina, vöðva, blóðs, húðar og alls annars sem ekki fita. SBN hefur gefið út leiðbeiningar varðandi næringu krabbameinssjúklinga fyrir þverfagleg teymi sem koma að meðferð krabbameinssjúklinga til þess að hægt sé að greina, fyrirbyggja og meðhöndla afturkræfa þætti vannæringar hjá fullorðnum krabbameinssjúklingum. Mælt með að skima sjúklinga með tilliti til næringarinntöku, breytingar á þyngd og BMI við greiningu krabbameins og síðan reglulega.
Skimunartól sem hafa verið sannreynd í krabbameinslækningum eru eftirfarandi og eflaust mörg önnur líka, en ég ætla aðeins að fjalla skimunartóli sem heitir PGSGA. Það var þróað sérstaklega þörfum krabbameinssjúklinga og fljótleg, sannreynd og áreiðanleg aðferð til að meta næringarástand krabbameinssjúklinga. Sjúklingur hakar það sjálfur við einkenni en líkamleg skoðun gerð af hjúkrunarfræðingi eða næringarfræðingi. Þá eru stig gefin fyrir einkenni sem merkt eru við og því hærri sem stigafjöldin því meiri áhætta á vannæringu. Leiðbeiningar til sjúklings eru gefnar eftir stigafjölda og það í formi þá fræðslu til sjúklings og fjölskyldu, einkennameðferð og inngrip svo sem bæting á mataræði, fæðubótarefni og næringu gefna í sandu eða æð. Við erum með skimunartóli í sögukerfinu sem heitir Matáhætta fyrir vannæringu og þar fyllir maður út eins og hæð og þyngd og fær þá BMI upp og svo eru ýmsar spurningar sem eru spurðar og það þarna gefur ákveðin stig svo samtals allt þetta og segir til þá líkurnar á vannæringu. Og eins og í þessu tilviki þá kemur fram að það eru sem sagt ákveðnar líkur á vannæringu með við þessar upplýsingar sem hafa settar inn hérna og þá ef maður styður þennan hnapp þá kemur ákvarðanarit hérna upp sem segir til hvaða leiðbeininga hægt að grípa já. Eins og við sjá hérna, þetta rit hérna. Annar matskali sem við erum með, það hérna, mat á vanlíðan og hérna, það mælikvarði sem gefur vísbendingu vanlíðan og hugsanlega orsakir hennar. Og það merkir sjúklingur við á skala frá 1 upp í 10 hversu mikla vanlíðan henni fundið fyrir síðastliðin viku á svona reglustiku. Og merkir síðan við á lista sem við sjáum hérna til hliðar yfir hugsanlega ástæðu fyrir vanlíðanina. Og eins og sjáum á hérna, það eru mjög mörg atriði hérna sem að tengjast næringu. Þannig það segir sér hérna sjálft að hérna, næring hefur gífurlega áhrif á líðan. Ef skimun leiðir í ljós hættu á vannæringu, þá ber að meta næringarinntökuna og merki einkenni vegna næringarskorts. Og það metið með sögutöku og raunverulegum mælingum. Aukaverkana meðferð á næringu, vöðvamassa, það ýmis tól sem við erum almennt ekki að nota, færni, það eins og ECOG-skalinn og Karnofsky og bólguvirkni. Það það Modified Glasgow Prognostic Score sem viðkennt. Hérna sjáum við Karnofsky færniskalann, þar sem 100 skor segja til hvort þá einstaklingur alveg heilbrigður og laus við alla sjúkdóma, en 20 skor segja hins vegar að þá hann mikið veikur og þarf stuðning og innlögn jafnvel. Hér sjáum við ECOG færniskalann og 0 þá einstaklingur fullværum að sjá hans sjálfur, en 4 stig þá hann algjörlega ósjálfbjarga og þarf alla aðstoð. Og hér sjáum við Glasgow-skalann varðandi horfur og þá gildi eins og CRP og albúmin sem við þekkjum vel sem notuð. Já, svo í lokin vil ég rétt koma inn á leiðbeiningar næringu krabbameinssjúklinga sem að ESPEN hefur gefið út og þeir vilja ráðleggja að orkuþörf ef hún ekki einstaklingsmiðuð á hún að vera svipuð og hjá frískum einstaklingi. Það á bilinu 25 til 30 kilokaloríur á kíló á dag eða 2000 til 2400 kilokaloríur á dag fyrir 8 kíló einstakling. Prótíninntöka ráðlögð að vera 1 gram á kíló á dag eða ef mögulegt 1,5 grömm á kíló á dag. Vítamín og snefilefni ætti að taka samkvæmt ráðlagðri dagsþörf og það mælt gegn hærri skömmtum nema það ráðlegt að bæta upp skort með hærri skömmtum ef hún til staðar, ef skortur til staðar. Hér sjáum við Karnofsky færniskalann og 0 þá einstaklingur fullværum að sjá hans sjálfur, en 4 stig þá hann algjörlega ósjálfbjarga og þarf alla aðstoð.
og það mælt með að beita næringari íhlutun hjá krabbameinssjúklingum sem geta borðað en eru metin með áhættu á vannæringu eða vannærðir með næringaraðgjöf, meðhöndla einkenna völdum meðferða og veikinda sem hamla fæðuinntekt og bjóða fæðubótarefni. Þeir mæla gegn föstu eða matarkúrum sem gefa of litla næringu. En ef fæðuinntekt hefur verið lítil í langan tíma þá ráðlagt að auka inntökuna hægt því annars hætta og truflun verði á vökva- og saltbúskaps líkamans. Hjá vissum sjúklingum sem hafa verið vannærðir í lengri tíma eða hafa ekki getað nýtt sér næringuna þá mælt með að nota tilbúna næringu munn eða í æð. Þeir mæla með hreyfingu til þess að viðhalda vöðvamassa og styrkleika og jafnvel auka hreyfinguna til þess að viðhalda vöðvamassa, líkamlega virkni og efnaskiptum. Ok, og við höldum sérst áfram með þessar leiðbeiningar frá Bandaríkjunum, frá National Cancer Institute og hins vegar frá þessu ESPEN samtökum og þetta mjög gagnlegar, okkur fannst mjög gaman að lesa þessar leiðbeiningar, það eru ekki alveg, það eru samhljóða en þeir eru svona öðruvísi settar upp og það sem til dæmis ESPEN gerir, það gefa svona ákveðna fasta leiðbeiningar eins og Inga Margrét var að fara yfir og en þeir fara líka yfir hvað mikil vísindi á bakvið þessar leiðbeiningar. Og þannig að oft eru þeir að mæla með einhverjum ákveðnum hlutum sem kannski eru sjálfsögð, en það kannski ekki mikil vísindi sem liggja á bakviði og þannig að þeir segja, gefa sönnunarbyrðina þeir segja oft lágt eða meðalagi eða há og svo gefa þeir tillögur það hvernig maður hægt að rannsaka viðkomandi ráðleggingu frekar. Kíkja á þetta er mjög fróðlega leiðbeiningar. Nú það sem við ætlum að ræða er annars vegar markmið meðferðar við vannæringu og hins vegar hvaða aðferðir við höfum til að bæta næringarástand. Og ef við kíkjum á markmið, þá fer hún dálítið eftir því hver staðan á sjúklingunum fyrir. Er hann í æskilegri þyngd í byrjun, er hann vannærður eða er offitu að ræða? Og offitu sjúklingarna geta oft verið dálítið snúnir að vita hvernig best er að nálgast á, því að þeir geta jafnvel verið vannærðir þó þeir séu yfirþyngd. Og þess vegna þessi tól sem Inga Margrét var að nefna dálítið mikilvæg að meta fitumassan sérstaklega. Því að þyngdin eins sér segir okkar ekki alveg allt. En þið sjáum þetta á þessari flæru hvernig hægt að flokka markmiðin eftir því hvert ástand sjúklings er þannig í byrjun. Nú, það er ýmis atriði sem hindra nægilega næringu krabbameinssjúklinga, til dæmis hvar er æxli staðsett, við höfum aðeins betur yfir þá eftir. Oft geta þetta verið einhver efnaskipti í æxlinu sem er að valda því að fólk lendir í tæringu eða kakkingsi og veslast upp. Nú meðferðin hefur klárlega áhrif. Oft getur að vera til að gera næringarástand verra, en mörg meðferð veldur því að fólk þyngist í meðferðinni, bæði þyngjast ofta krabbameinslyfja meðferðinni og hinum eiginlegu krabbameinslyfjum og svo líka hormónameðferð sem við gefum oft við brjóstakrabbameinum að konur ofta þyngjast og þá stundum getur að vera vandamál fyrir fólk sem er kannski meðalþyngd eða yfirþyngd að það er ekki alveg tilbúið að vera að þyngjast út af meðferðinni. Nú, einkenni sem geta haft áhrif á næringu eru fjölmörg. Það getur orðið breyting á bragð- og lyktarskynni. Oftast er það í tengslu við krabbameinslyfjameðferðina. Krabbameinslyfjameðferðin getur valdið slímnúrbólgu, erfiðleikum við að kyngja, sveppasýkingum. Það getur ógleða, uppköst og niðurgangur, hægðatregða, þunglyndi og svo kvíði. Allt getur þetta haft áhrif á næringarástand sjúklings. Og í amerísku leiðbeiningunum að þá er þetta svolítið flokkað upp og við þýddum þetta svona í fljótheitum þeirra töflur að staðsetning æxlis hefur svolítið að segja það hvaða einkenni eru þarna líklegust til þess að valda vandamálum hvað varðar næringu. Og hérna sjáum við aðeins meira hvernig mismunandi meðferð
getur valdið hinum ýmsustu einkennum. Ef við tökum kannski bara fyrsta dálkinn fyrir sem krabbameinslega meðferð, að þá sjáum við að hún krossar nú eiginlega allir þessi einkenni, sko. Ég skil ekki af hverju þau bættu ekki við krossunum við þyngdaraukningu, því að það eitt atriði sem við sjáum oft í okkar starfi, að það þyngdaraukning í krabbameinslega meðferð. Og svo geislameðferð, sem við kannski ekki að fara neitt frekar út í núna, en geislameðferð getur náttúrulega haft veruleg áhrif á næringarástand, sérstaklega þegar það verið að geisla munnhol, háls eða brjóskasem. Hvaða aðferðir höfum við til að bæta næringarástand? Já, það nú ýmislegt. Eitt náttúrulega að fá formlega næringaráðgjöf. Okkar hlutverk á göngudeildinni að reyna að slá einkenni krabbameinsins eða slá einkenni meðferðina. Huga næringaviðbót. Og stöku sinnum þá þurfum við að huga næringargjöf, umsondu eða jæð. Og svo ætlum við aðeins að ræða hvað vitum við lyfjameðferð. En það var svolítið fróðlegt að fara yfir þessar ráðleggingar frá þessum ágætu samtökum bæði vestan og austanhafs, að hvað rannsóknum hefur miðað lítið á undanförnum áratug eða tveimur. Ég man að við á Landspítalanum vorum með næringarsymposium svipað á þessu fyrir ábyggilega 15 ára síðan, og það eiginlega sára lítið sem hefur gerst í þessum geira á þetta löngum tíma. Til dæmis ég ætla að fara yfir það með eitthvað betur á eftir það. Með lyfjameðferð, þessar rannsóknir sem eru gerðar eru mjög litlar og smáar, og ég fór að gamni að kanna það hvort einhver Íslendingar hefðu eitthvað birt næringarmeðferð og krabbamein, og þá fann ég að vinur okkar Þorvarður Halldórsson krabbameinslæknir sem núna á Mayo Clinic og Eygló Þórðardóttir, þau hefðu gert yfirlit yfir þær rannsóknir sem var lífsgæði sjúklinga, og þau voru athuga það hvort að næringaráðgjöf hefði áhrif á lífsgæði sjúklinga, og þeir skoðuðu þarna nokkuð margar rannsóknir, ég minna að hafa 5 rannsóknir sem voru randomisera rannsóknir til að kanna hvert vægi næringaráðgjafar, og þeir gátu ekki sýnt fram á það að næringaráðgjöf bætti lífsgæði. Þar með ég ekki gefið skyn að næringaráðgjöf sé gagnslaus, alls ekki, en það benda á það hvað getur verið erfitt að rannsaka þessa hluti, og það náttúrulega mikil þörf á því að leggja svolítið í þennan geira, því að þetta eitthvað sem skiptir verulega máli varðandi lífsgæði sjúklinga og útkomu þeirra. Og þetta tiltölulega nýlega grein, bara frá þessu ári, svolítið svipuð næringu á krabbameinssjúklinga og áhrif næringaráðgjafar, og sem sýndu fram á það að 6 rannsóknir sem þeir tóku saman, gerðu meta-analýsu á, og það gátu ekki sýnt að þetta hafði áhrif á þyngdsjúklinga, né áhrif á, það er að segja næringaráðgjöf, hefði áhrif á þyngdsjúklinga, né á dánatíðni þeirra. Ég held að þetta sé bara mjög farið að gera svona rannsóknir. Nú ætlum við að fara yfir lyf, og það er það sama sem gildir þar. Það hafa orðið alveg sára litlar framfarir í lyfjameðferð við lystarleysi. Þau lyf sem við notum helst eru sykursterar. Við erum kannski mest að nota prednisolon. Ég sé það að við höfum kannski verið að nota yfir hærri skammt heldur mælt með. Við byrjum oft á 20 milljóngrömm á dag, og annað sem við erum að nota oft í lengri tíma. Við erum ekki mjög fljót að minnka skammtana, og við ættum kannski að endurskoða okkar feril í þessu, allavega samkvæmt þessu leiðbeiningum, en það er mælt með tiltölulega lágum skammtastýrum, en rannsóknir benda til þess að líklega þeir virka, það er búið að sýna fram á það, en líklega er verkunin í skamman tíma, og ef maður ætlar að nota styr í lengri tíma, að það má búast til töluverð aukaverkunum. Annað lyf, og þetta er eiginlega bara 2 lyf sem eru talin gagnleg, er prógestinlyf sem eru megestrol, og við sem erum búin að vera í geirunum svolítið lengi munum eftir þessu lyfi Megeis, sem var notað eins og tamoxifen, þessi annars konar lyf við brjóstakrabbameini í hormónajákvæðu, og þá byrjum við yfirleitt með tamoxifen, og svo var Megeis, og svo var kannski ekki mörg annað lyf til. En Megeis var megestrol, þetta er reyndar undanþágulyf hérna á Íslandi, það hafði þann vanda, eða þá fylgikvilla hjá brjóstakonunum, að það þyngdust.
og þannig að notkun hefur eiginlega dottið út, held ég að öllu leyti eða mestu leyti í brjóstakrabbameins-meðferðinni, en hún hefur haldist í listaleysinu. Þegar að AIDS-bylgjan var fyrir 20-30 árum síðan, að þá var mikil tæring hjá þeim sjúklingum og þá fóru menn að nota Megas hjá þeim til að reyna að bæta matarlyst og bæta þyngd og þetta var töluvert notað á þeim tíma meðan var erfitt að meðhandla HIV-sjúklingana. Það gjörbreytti svo þegar ný veirumeðferð kom sem breytti gjörsamlega horfum með þessara sjúklinga. En í krabbameinslækningum, já, þá búið að sýna gagnsemi að þessu að einhverju leyti þar að þessi sjúklingarnir þyngjast, en það eru bara verulegar aukaverkanir, það bjúgur, það blóðsegamyndun og þetta getur jafnvel valdið dauða og komplikasjónu af þessu. Þannig að í reynd, já það sjaldan, það orðið svolítið síðan til dæmis ég hef notað Vegastról vegna aneroxíu hjá krabbameinssjúklingum. Nú hvað önnur lyf? Við fáum oft spurningu kannabinóta og kemur bara í ljós allavega samkvæmt þessu ráðleggingum sem búin að taka saman þessar rannsóknir, að rannsóknir eru bara sára litlar sem þetta liggja að baki. Það var lítil fasa 2 rannsókn sem sýndi að listaleysi minnkaði, en það var töluverður fjöldi sjúklinga sem fór í þessa rannsókn sem hætti vegna þess að voru aukaverkanir af kannabinotunum. Svo var önnur framskyggnað prospekti rannsókn sem sýndi ekki að list batnaði. Sjúklingarnir spurja mikið þetta. Mín reynsla frá því að ég var í Bandaríkjunum alltaf, þá voru við komið kannabistöflur og var að þetta var ekki gagnað þessu, þannig að við erum almennt ekki að mæla með þessu. Nú, hvað fleira? Hvað með anabóliska stera? Þeir eru sennilega gagnslausir. Það eitt lyf í rannsókn sem heitir enobósaram, sem ég veit nú kannski ekki mikið en það í rannsóknum og virðist hugsanlega gæti bætt þyngst sjúklinga. Við skulum sjá hvað verður þegar niðurstöður verða birtar. Nú annað sem ég fannst áhugavert sem við höfum ekki verið að nota eru insúlín og ammonísýrur. Menn hafa verið að rannsaka það að nota insúlín til lágum skammti og jafnvel með einhverjum ammonísýrum afleiðum og til dæmis þessu HMB. Það alltaf vonið til þess að það geti hjálpað, meðan aðrar amínósýrur gætu bara hugsanlega verið skaðlegar, eins og glútamín nefnt þar til sögunar. Nú, hvað NSAID? Krabbamein valda oft bólgueinkennum, hækkun í CRP, þeir seita sýtókinum. Gæti verið rökrétt að nota bólgustillandi lyf til þess að reyna að bæta þetta ástand. En aftur, rannsóknir eru bara litlar og smáar og þannig að staðan núna þannig að það ekkert hægt að mæla með þessu. Sjálfur held ég við höfum nú ekki verið að nota NSAID í þessum tilgangi. Nú, hvað lýsi? Það náttúrulega okkur Íslendingur skylt og við höfum náttúrulega tröllatrú á okkar lýsi. Það eru nokkuð margar rannsóknir varðandi lýsi. Annaðhvort hreint eða í hylkjum eða hreinsuð omega-3 og það má vera að hjálpa eitthvað. Það aukin blæðingarhætta en það bara og því að skammtandi sem þarf að taka, það ekki nóg að taka bara eina matskeiða lýsi eins og boðið upp á niðri í matsal. Það að taka til miklu meira mæli og þá fara að koma ýmsar aukaverkanir og fólk þolir þetta oft illa að taka omega-3 fitusýru í svona háum skammti. Nú það eru milliverkanir og mér finnst það mjög athyglisvert. Ég vissi þetta eiginlega ekki fyrir að lesa mig til þessar leiðbeiningar að það eru vísbendingar að omega-3 fitusýrur hafi milliverkanir við krabbameinslyf til aukningar á verkunum. Og annað sem afar athyglisvert, því að við erum svo oft í vanda með úttaugabolgu af krabbameinslyfum, að það eru vissar vísbendingar að lýsi og eikos og pentaneoxýrur geti minnkað úttaugabolgu. Það eitthvað sem við ættum kannski að horfa á frekar. Nú hvað Afibran, okkar gamla metoklópramið, já það hjálpar í vissum tilvikum þegar það er ógleði. Nú fleiri lyf. Það þetta lyf Ciproheptadín sem þetta antihistamin. Þetta ekki skráð, en ég man að þetta heitir Periaktin, eða hét Periaktin, og ég man þegar ég var á barnadeildinni fyrir að vera 30 ára síðan og notuðu þetta og ég man að þetta virkaði, en Evrópuleiðbeiningarnar nefna þetta á nafna en segja þetta kannski hjálpi meira í barnum heldur en fullorðnum.
Alla við höfum ekki notað það, svo náttúrulega lyf sem heitir Mirtazapine eða Mýron og við í heimahlýningunni höfum alveg tröllatrú á þessu lyfi. Það tók reynda svolítið tíma fyrir hjúkrunarfræðinga heimahlýningar að tala mig inn á það að nota þetta lyf en þetta virðist þolast vel og auka matarlyst hjá sumum en rannsóknir sýna nú reyndar ekki það mikinn árangur og til dæmis þeir nefnt að kannski fjórðungur þyngist meira en 1 kíló. Það nú kannski rannsóknir sýna ekki meira. En við notum þetta svolítið þar hjá heimahlýningasjúklingunum. Það lyf eins og Olanzapine gæti haft áhrif, melatonin er gagnslaus. Nú annað kannski ekkert ennþá þetta á sjóndeildarhringnum. Nú annað sem ég langar, ég held að sé síðast að klæra, mér langar að benda ykkur á þetta. Ég fór inn í svona ansi merkilega ráðstefnu í New York. Það Memorial Sloan Kettering er einn af stærstu krabbameinsspítölunum í Bandaríkjunum og þeir eru með sérstaka deild sem heitir Integrative Medicine. Það að segja hvernig getum við tengt svona ýmis efni, fæðubótarefni, vítamín og svona við krabbameinslækningar. Og þarna hægt að leita hinu ýmsustu hlutum, þannig getur til dæmis leitað á omega-3 fitusýrum, hver staðan af því, hver eru kostirnir, hver eru gallarnir, hvað rannsóknir liggja þarna bak við. En ég bendi ykkur á þetta. Takk. Góðan daginn, ég heiti Dóra og ætla að fjalla næringu hjá sjúklingum með langt gengi krabbamein og krabbamein á lokastigi. Helstu ástæður lystarleysis og þyngdartaps í langgengi og lokastigs krabbameini eru hægðatregða, ógleði, munnþurrkur, bólga og særindi í munni, kyngingarerfiðleikar, sveppasýking, breytingar á bragðskyni og það bara að finna ekki fyrir sveimt. Og þetta eru svo sem sömu ástæður og eru hjá fólki sem eru fyrr í ferlinu og eru í meðferð. En stundum koma þessi einkenni öðruvísi fram. Þegar fólk er búið að vera lengi veikt, þá er það oft búið að vera með mikil einkenni lengi frá meltingaveginum og þá á það bara oft erfiðara með að átta sig á því hvort að það sé komin einhver hægðatregða eða ekki, til dæmis. Og svo með breytingar á bragðskyni sem er algengast þegar maður er í meðferð, það varir mjög lengi hjá sumum og sumum finnst jafnvel bara bragðskynið aldrei lagast alveg aftur. Og þetta einkenni að finna ekki fyrir svengd er einkenni sem verður alltaf meira og meira áberandi eða algengara eftir því sem fólk er veikara. Inngrip markmiði næringameðferðar í langtgengnu krabbameini er fyrst og fremst bara að efla styrk og varnir líkamans þannig að fólk sé betur í stakk búið að takast á við meðferðina og hafi meiri orku til að takast á við bara veikindin, geti notið þess meira að gera hluti með fjölskyldunni og notið lífsins betur. Og þetta á svona við þegar við erum að tala lífslíkur sem er alveg einhverjar vikur, mánuðir eða meira. En svo eftir því sem að veikindin verða meiri, þegar lengra líður á veikindin, þá er áherslan fyrst og fremst bara á að auka vellíðan og ekki vera að reyna að snúa við eða stöðva eitthvað þyngdartap. Og þá skiptir bara máli að bæta líðan eins og hægt er. Það er hægt að laga munnþurrk til dæmis, með bara betri munnhirðu og ýmis spray til sem hjálpa. Og svo er gott að muna eftir því að það að borða og nærast, að borða með fjölskyldunni er mjög félagslegur þáttur og gott að hvetja fólk til þess að hætta því ekki þó það sé að borða mjög lítið og þó að sá veiki sé jafnvel bara með næringadrykk eða eitthvað mjög lítið að hætta ekki að taka þátt í máltíðanum. Og mjög mikilvægt atriði að draga úr áhyggjum sjúklingsins og aðstandenda, ekki síður aðstandenda, með að þetta sé eðlilegt ferli, að það sé eðlilegt að matarlysti minnki þegar líður á. Inngrip með næringu hjá sjúklingum með langgengi krabbamein, það er alltaf fyrst og fremst reynt að styðja sem mest við næringu munn. Og eins og hefur komið fram þá eru ýmis lyf sem hjálpa sem ég ætla nú ekki að fara í gegnum neitt meir hér.
Og síðan eru til alls konar næringadrykkir og viðbætur og mjög gott að hvetja fólk til þess að prófa sem flest, vera ekki að binda sig við bara eitthvað eitt af því að fólk fær svo mikinn leiða á þessum næringadrykkjum eða getur gert það. Og þegar þetta er orðið lítið sem fólk nærist þá skiptir mjög miklu máli að það sem það næri, eða maturinn sem það getur látið ofan í sig sé mjög orkuríkur. Og þar kemur náttúrulega næringaráðgjöf mjög sterkt inn. Svo alltaf einhverjir sem eiga við kyngingarerfiðleika að stríða og þá hægt að notast við sondurnæringu. Og það skiptir bara máli ef maður sér fram á að það muni verða kyngingarerfiðleikar að bíða ekki of lengi með að fara að nota sondurnæringu, heldur grípa sem fyrst inn í svo að það sé ekki komin mjög mikil vannæring þegar að gripið til þess. Og yfirleitt ekkert verið að grípa til næringar í æð eða vökvagjafar í æð nema bara til að hjálpa einstaklingum svona í gegnum einhver styttri og erfið tímabil. Eða þá ef það er að ræða einstaklinga sem eru með sem eru aðalega með sjúkdóm í meltingarfærunum og get ekki næst þess vegna. Þannig að það er svona aðalega verið að hjálpa fólki þarna í gegnum einhver svona erfið tímabil. Og næring hjá sjúklingum svona við lok lífs, það er mjög eðlilegt sem sagt að matarlystin minnki verulega. Og það að þurfa að nærast, þetta getur bara verið mjög íþyngjandi fyrir einstaklingin og einstaklingar verða oft mjög fegnir því þegar maður segir að það sé eðlilegt að þau nærist ekki mikið. Og ef fólk er orðið mjög veikt og er að nærast þá bara meiri hætta á ásvelgingu sem getur leitt af sér náttúrulega lungnabólgu. Þannig að meðferðin er fyrst og fremst bara fræðsla, bæði til þess sem er veikur og til aðstandendana að þetta sé alveg eðlilegur hluti. Og eins og ég sagði áðan, sérstaklega er það aðstandendur sem eiga oft svolítið erfitt með það að einstaklingar hætta að nærast. Þannig að frekar að hvetja til þess að áherslan verði bara fyrst og fremst á að einstaklingurinn svona smakki á einhverju sem hann finnst virkilega gott og langar í og ekki að hann sé að ná að innbyrða eitthvað magn. Rannsóknir hafa sýnt að þegar er komið þegar fólk er með langleitan sjúkdóm eða við lífslok að þá er engin ávinningur af vökvagjöf og næringagjöf í æð. Það lengir ekki lífið og getur valdið einkennum eins og bjúg og aukið hryglu. Og einu tilfellin þar sem maður er mælt með því að prófa að gefa svona vökvabólus í alveg lífsloka meðferð ef það ber á óráði. Það má athuga hvort að óráði sé sem sagt tilkomið af þurrki. Og gefa þá einhvern svona smá bólus og svo þarf maður auðvitað að hafa í huga mismunandi menningu og trú einstaklinga og það getur alveg haft áhrif á það hvort fólk vill þiggja aðstoð við næringu við lok lífs. Og það er náttúrulega alveg ógrynni til af alls konar mataræði og ég ætla bara að nefna þetta nokkur sem eru algeng. En það er býsna algengt að fólk prófi grænmetisfæði eða veganfæði sem er náttúrulega búið að vera til mjög lengi og hefur sýnt sig að sé alveg hjálplegt fæði til að minnka líkur á krabbameini. En rannsóknir hafa ekki sýnt fram á að það hjálpi beinlínis þegar maður er greindur með krabbamein eða í meðferð. Og grænmetisfæði er eitthvað sem getur auðvitað verið mjög mikil breyting og erfitt fyrir fólk að fara yfir á, það er náttúrulega bara persónubundið. Svo er ketofæði, þá er maður að skipta út kolvetnum fyrir fitu sem orkugjafa og það er mjög mikil breyting fyrir flesta af því að kolvetni eru mjög stór hluti af mataræði hjá okkur flestum. Og ketofæði hefur sýnt sig að vera hjálplegt hjá fólki sem er með flogaveiki en það verður ekki sýnt sig neitt að gera gagn þegar fólk er í krabbameinsmeðferð. Svo er mjög algengt núna að reyna að sleppa sykri og hveiti og sennilega er það komið af þessum sögum að sykur sé svo rosalega nærandi fyrir krabbameini þannig næri fyrst og fremst krabbameinið og geri illt verra.
Og það svo sem ekkert endilega erfitt fyrir fólk að fara á þennan kúr, en getur samt auðvitað verið erfitt að finna til dæmis eitthvað í staðinn fyrir brauðmeti. Og svo eru alls konar vítamín og bætiefnakúrar og þar alveg margt hjálplegt eins og góðgerlar til dæmis. Að þeir hjálpa fólki í gegnum meðferð, þeir geta gert það, þeir geta dregið úr líkum á niðurgangi og ógleði í meðferð. Og svo auðvitað bara hjálplegt almennt að vera með góða stöðu á vítamínum og steinefnum, en ekki hjálpleg kannski þessi kúrar þar sem alveg verið að fara í ofurskammta af einhverju ákveðnu. Og svona í lokin bara að velta þess fyrir sér hvort þetta sé yfirleitt gagnlegt að vera að skipta mataræði þegar maður í krabbameinsmeðferð. Og kostirnir að þetta auðvitað alltaf bara persónubundið eins og allt annað, en sumir finna auðvitað fæði sem hentar þeim miklu betur heldur en það sem þeim voru áður á og þá eðlilega líður þeim betur á nýja fæðinu. Og svo þessi punktur að fyrir suma bara svo gott að hafa eitthvað atriði sem þeir svona stjórna sjálfir. Þannig að þeir upplifi svona meiri stjórn á eigin lífi og eigin aðstæðum. En gallarnir eru hins vegar að því veikara sem fólk því erfiðara auðvitað að fara að skipta mataræði og það kannski nóg að vera að glíma við veikindi og meðferð og aukaverkanir. Maður auka álag að þurfa að fara að hugsa mjög mikið hvað maður má og má ekki borða. Og þetta getur valdið í að fólk að nærast minna, þannig að eitthvað af því sem það gæti annars hugsa sér að borða orðið bannfæði. Þannig að svona almennt að þá bara mælt með að vera með sem fjölbreyttasta mataræðið. Og getur verið erfitt fyrir fólk að vera að breyta til þegar það orðið mjög veikt. Takk fyrir. Ok, fyrsta spurning og núna aftur blýanturinn og blaðið og þið þurfum að skrifa R og vaff fyrir vitlaust. Súrt mataræði veldur krabbameini því matarsóti gagnlegur í meðferð. Sykursautt fæði lengi líf krabbameinssjúklinga. Rannsóknir hafa sýnt að næringarráðgjöf snemma í ferlinu lengir líf krabbameinssjúklinga. Kannabis bætir matarlyst krabbameinssjúklinga, veldur þyngdaraukningu og nær án aukaverkana. Meðferð sem var þróuð af Jóhönnu Bútvík sem samanstendur af kotasælu, jógúrt og hörfræolíu bætir lækningalíkur krabbameinssjúklinga. Það vantar sárlega matstól varðandi næringu sögukerfið. Mæling á albúmi og CRP gagnlegt til að meta horfur krabbameinssjúklinga. Hjá vannarðum sjúklingum mikilvægt að koma fullri næring á stað sem fyrst. Nýgengi magakrabbameins á Íslandi í beinum tengslum við mataræði. Og svo síðast spurningin, krabbamein skiptir næring máli. Og nú vona ég að þið hafi öll bæði skrifað rétt og rangt við áður en þið byrjuðu í fyrirlestrinum og svo á eftir. Og það sem skiptir mestu máli hvernig þið svöruðu þessu eftir fyrirlesturinn. Því að þeir sem skoruðu vel þar gætu átt möguleika á að fá þennan virðulega súkkulaðipakka í verðlaun. En þið verðið þá að láta okkur á almennu dögninni vita og gera kröfu til þessa pakka með upplýsingum það hvað þið náðuð að svara mörgum spurningum rétt. En núna vil ég örugglega fá að vita hvað var rétt og rangt og það fáum við að sjá hérna. Megnið af þessu var rangt. Eina sem var rétt að mæling á albúminu og CRP gagnlegt til að meta horfur krabbameinssjúklinga. Hún Inga Margrét sýndi ykkur þetta voru þetta Glasgow skallinn sem sýndi fram á þetta. Við ættum kannski nota þetta betur, meira. Svo var það sem Elva sýndi okkur, nýgengi magakrabbameins á Íslandi í beinu tengslum við hvernig mataræði Íslandinga Já, við höldum að næring skiptir máli í krabbamein hjá krabbameinssjúklingum, við höldum það. Allt hitt teljum við vera vitlaust. Takk fyrir. Þá þú. Jæja, þakka þér fyrir Friðbjörn og þig á göngudeildinni. Þetta yfirgripsmikla samantekt næringu og krabbamein og mér heyrðist og sýndist að síðasta spurningin skipti næring máli en að við svarað rétt. Eða það svarið hafi verið réttar. Þannig að við erum á réttri leið hérna.
ef einhverju hafa eina örstutta spurningu, þá væri hægt að skjóta henni inn núna til þeirra á almennugöngudeildinni, en tíminn hefur flogið svolítið mikið frá okkur, þannig að við gefum svolítið rými fyrir spurningar í lokin eftir síðasta erindið klukkan 3. En þannig ég ætla bara að bjóða hana Brynhildi Sigurðardóttur sem er klínískur næringarfræðingur á Landspítalanum. Velkomna, hún ætlar að tala það sem hún kallar erindi sitt næring og krabbamein. Hún sem sagt klínískur næringarfræðingur á krabbameinsdeildum Landspítalans. Gjörðu svo vel, Brynhildur. Komið sæl, ég ætla að byrja því að renna stuttlega yfir þau atriði sem að verða til umfjöllunar hér í þessu erindi. Ég ætla að byrja því að fjalla algengi vannæringar meðal krabbameinsveikra og ég ætla að kynna ykkur fyrir ESPEN sem eru Evrópusamtök klíníska næringu. Nú, ég ætla að skilgreina hvað krabbameinstengd vannæring og hverjar neikvæðar afleiðingar hennar eru. Ég mun fjalla næringarmeðferð krabbameinssjúklinga og að lokum þá varpa ég fram þessari spurningu hvort til séu töfralausnir og framtíðarhorfur. En flestir eru meðvitaðir það að einstaklingar sem að greinast með krabbamein eru í hættu á að verða vannærðir. Og það staðreynd að krabbameinssjúklingar sá hópur sem er hvað mest útsettur fyrir vannæringu miðað við aðra sjúklingahópa. Og það þá bæði vegna sjúkdómsins sjálfs og meðferðina sem að sjúkdómurinn kallar á. Og hérna sjáum við niðurstöður stórrar ástralskrar rannsóknar sem skoðaði algengi vannæringar meðal krabbameinssjúklinga á 2 tímapunktum, sem sagt 2012 og 2014. Og niðurstaðan var sú að vannæring fannst hjá öllum krabbameinssjúklingum, sem sagt óháð tegund krabbameins, og að hæsta hlutfall krabbameinstengdrar vannæringar var hjá þeim sem voru með krabbamein í efri meltingarvegi, háls og höfði og lungum og lægst hjá þeim sem voru með brjóstakrabbamein og að aldur, þyngdartap yfir 5% og spítalalega ásamt útbreiðslu krabbameinsins, það voru þeir þættir sem höfðu mest marktæk áhrif á vannæringu og þetta ríma bara við niðurstöður annarra rannsókna á vannæringu meðal krabbameinssjúklinga. Og vannæring grafalvarlegt fyrirbæri og niðurstöður rannsókna á vannæringu meðal krabbameinssjúklinga hafa sýnt að alltaf 10–20% dauðsfalla má rekja til vannæringar fremur en til sjúkdómsins sjálfs. Og fyrir þá sem að vilja skoða þessar rannsóknir betur geta kíkt hér á heimildirnar sem eru gefnar upp. En sem sagt, þrátt fyrir að það sé búið að vera að vita lengi að vannæring meðal krabbameinssjúklinga stórt vandamál, að þá hefur henni að samskapa ekki verið gert nógu hátt undir höfði þegar kemur að meðferð krabbameinssjúklinga. Og til þess að koma krabbameinstengdri vannæringu á kortið þá gáfu ESPEN, sem eru sem sagt Evrópusamtök klíníska næringu, út árið 2016 leiðbeiningar næringarmeðferð krabbameinssjúklinga. Þessar leiðbeiningar þær fjalla bæði orsakir og afleiðingar krabbameinstengdrar vannæringar og meðferðarúrræði. Og árið 2017 gáfu samtökin út sérfræðiráðleggingar varðandi meðhöndlun krabbameinstengdrar vannæringar og þessi fyrirlestur byggir að langmestu leyti á þessum ráðleggingum frá ESPEN. En hvað krabbameinstengd vannæring? Aðaleinkenni krabbameinstengdrar vannæringar tap á vöðvamassa og það getur verið án tapi á fitumassa með eða án taps á fitumassa samhliða. Og tap á vöðvamassa í krabbameinstengdri vannæringu algjörlega óháð líkamsþyngd einstaklingsins. Hún óháð tegund krabbameins og stigi, óháð aldri og hefur sá þáttur sem hefur mest forspárgildi fyrir horfur. Og krabbameinstengd vannæring, hún samspil margra þátta
og orsakast meðal annars af auknu ónæmisvari og aukningu í bólguþáttum sem að sjúkdómurinn framkallar og sem að leiða allir til þess að niðurbrot örvast, matarlystin minnkar, þyngdartap fer að láta á sig kræla, hreyfigeta skerðist og þetta getur einnig leitt til þreytaverkja og þunglyndis. Og síðan ofan á þessa lífeðlisfræðilegu þætti að þá gefur krabbameinsæxlið sjálft frá sér bólguhvetjandi frumuboð og sem að vera til þess að auka enn frekar á lystarleysi, vöðvaniðurbrot, auka fitubrennslu og brengla lífrænefnaskiptin. Þannig að lifrin getur átt erfiðara með að vinna úr eitur áhrifum sem að krabbameinslyfin geta valdið. En ofan á alla þessa lífeðlisfræðilegu þætti sem að valda vannæringu og vöðvaniðurbroti, þá leggjast svo aukaverkanir krabbameinsmeðferðarinnar sjálfra og sem að auka enn frekar á erfiðleika við að nærast og þetta eru aukaverkanir eins og munnsærindi, munnþurrkur, ógleði, niðurgangur, uppköst, hægðatregða og lyktar- og bragðskynssbreytingar. Og tap á vöðvamassa er falið fyrirbæri og það er bara vert að leggja áherslu á það og að tap á vöðvamassa er algjörlega óháð líkamsþyngd og við erum kannski vanari að sjá fyrir okkur þegar við hugsum vannærðan einstakling með krabbamein. Það sjáum við fyrir okkur mjög rýran og augljóslega vannærðan einstakling en þetta er ekki raunin alltaf og það geta allir, hvort sem þeir eru í kjörþyngd eða yfirþyngd, orðið fyrir tap á vöðvamassa. Og krabbameinstengd vannæring, hún skiptist í nokkur stig og fyrsta stigið lýsir sér með bara lystarstóli og minnkaðri fæðuinntöku og þá eru þar að verki brenglun í taugabóðum frá miðtaugakerfinu sem stýra hungri og svo geta einnig verið að verki aukaverkanir bara af meðferðinni og sjúkdómnum sjálfum og síðan getur einnig verið bara skert geta til þess að nærast vegna munnsærenda eða jafnvel æxlið veldur hindrunum í meltingaveginum. Og það er ekkert óalgengt að sjúklingar sem að greinast með krabbamein séu þegar búnir að missa allan áhuga á mat og séu búnir að léttast þegar þeir greinast. Og síðan þegar að vannæringin er komin upp á næsta stig, þá er talað prekakeksíu eða sem sagt forkröm og þá er í rauninni sama upp á teningnum en einnig hafa bæst við þá sem sagt aukning í bólguhvetjandi frumubúðum sem að örva enn frekar niðurbrotið og draga enn frekar úr fæðuinntekt og matarlyst en auka jafnframt næringarþörfina. Og kakeksía, sem sagt kröm, þá er umræða að í rauninni er vöðvaniðurtapið orðið algjörlega óviðráðanlegt og þyngdartapið sömuleiðis. Og sarkópenía felur í sér síðasta stigið að vöðvabirgðir líkamans eru einfaldlega bara uppurnar og þreyta er mjög algeng og lífsgæði eru verulega skert. Afleiðingar taps á vöðvamassa, hverjar eru þær? Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæðar afleiðingar taps á vöðvamassa hjá krabbameinssjúklingum og eins og ég var svo sem búin að segja held í nokkur sinnum að þá er þetta sá þáttur sem hefur mest fórsporgildi og þá eru það þættir eins og skert hreyfigeta, lengri spítalalega, þörf fyrir endurhæfingu, vandamál í kjölfar skurðaðgerðar, lífsgæði, eitrunaráhrif af völdum krabbameinslyfja og æxlisvöxt og lífslíkur. Þannig að þetta eru ansi margir þættir sem að tap á vöðvamassa hefur neikvæð áhrif á. En hvernig finnum við
þá einstaklinga sem eru vannærðir. Sterklega mælt fyrir því að einstaklingar sem að greinast með krabbamein skulu skimaðir fyrir vannæringu strax við bara sjúkdómsgreininguna og síðan reglulega eftir það til þess að fylgjast með breytingum á næringarástandi. Og með því að skima einstaklinga bara nógu snemma að þá miklu meiri líkur til þess að við getum gripið þá sem að eru í þörf fyrir inngrip og tímaleg næringameðferð eykur líkurnar á að það sé hægt að koma í veg fyrir þyngdartap og viðhalda vöðvamassa. Þeir sjúklingar sem að skimast vannærðir eða í hættu á vannæringu, að þeir ættu í kjölfarið að fá frekara uppvinnslu á sínum einkennum. Og ESPEN ráðleggur að sú uppvinnsla og meðferðin í kjölfarið ætti að vera í höndum næringarfræðings eða klínisks næringarfræðings sem að svo heilbrigðisstétt sem að sérhæfð til þess að veita næringarmeðferð. Hérna skimunin og síðan kemur hérna þessi hringur, hann sýnir þetta svokallaða NCP-módel eða Nutrition Care Process módel. Og þetta bara ákveðið ferli sem að felur í sér 4 þrep sem hjálpa til við að greina þau næringarvandamál sem eru til staðar svo að næringarmeðferðin verði sem áhrifaríkust. Og fyrsta þrepið þar sem mat felur í sér upplýsingasöfnun og annað þrepið næringargreining greinir það næringarvandamál sem fyrir hendi og þriðja skrefið næringarmeðferð leggur fram ráðleggingar, hvatningu og svo tilvísanir til annars starfsfólks, heilbrigðisstarfsfólks og síðasta skrefið álita eftirlit felur í sér eftirfylgni með næringarmeðferð og hvort að hún sé að virka eða hvort að þurfa að endurskoða meðferðina og jafnvel næringarvandamáli sjálft. Og næringarmeðferðar, þeir veita einstaklingsbundna meðferð, næringarmeðferð, sem að byggir þá á öllum þessum þáttum sem að og upplýsingum sem safnað í NCP-módelinu. En næringarmeðferð, hún tekur mið af stöðu sjúklingsins og horfum, stigi sjúkdómsins og horfum. Og hjá þeim einstaklingum þar sem að vannæring ekki orðin alvarleg og það líklegt að næringarmeðferð geti haft jákvæð áhrif, markmið næringarmeðferðar að viðhalda eða bæta næringarástand, halda þyngdartap í skefjum og viðhalda vöðvamassa og einnig að stuðla bara að aukinni hreyfigetu og minnka líkur á eitrunaráhrifum af völdum krabbameinsmeðferða, þannig að fólk þoli betur geislalyfjameðferðir sem sagt og geti klára bara það meðferðarplan sem að lagt upp með og einnig að draga úr svokölluðum næringatengdum einkennum sem að hafa neikvæð áhrif á matarinntektina og þetta einkenni eins og óklefi, munnþurrkur, munnsærindi, bragðskynsbreytingar, niðurgangur hægðatregða og svo framvegis og síðast en ekki síst að stuðla að auknum lífsgæðum. Hjá þeim sjúklingum þar sem vitað fyrirfram að meðferð muni valda erfiðleikum við að nærast nægilega. Það til dæmis hjá þeim sem að fara í geislameðferð á höfði eða hálsi og efri meltingarvegi að þar æskilegt að næringarmeðferð sé bara hafin strax og sé fylgt mjög vel eftir. En síðan þarna miðju skrefið eða miðjustigið að það hjá þeim sjúklingum sem eru kannski komnir með aðeins lengra gengi krabbamein og þyngdartapið orðið frekar verulegt og tapið á vöðvamassa einnig og þá ekki mjög líklegt að næringarmeðferð geti bætt næringarástand eða viðhaldið því jafnvel. Þrátt fyrir að einstaklingurinn uppfylli þörf fyrir orku og prótein. Og engu að síður þá getur næringarmeðferð átt rétt á sér á þessu stigi fyrir sjúklinginn til þess að bara einfaldlega viðhalda lífsgæðum og minnka einkenni, neikvæð einkenni.
á lokastigi sjúkdómsins að þá þarf maður að meta bara í hverju tilviki fyrir sig hvort það sé æskilegt að halda áfram með einhvers konar næringarmeðferð. Og á þessu stigi þá getur tilgangur næringarmeðferðar til dæmis verið að draga úr einkennum eins og hungri og þorsta og auka lífsgæði enn og aftur. Og það að nærast á táknrænan, nærast þó ekki sé nema á táknrænan hátt, að það getur skipt miklu máli fyrir vellíðan einstaklingsins og bara hans nánustu. En útgangspunkturinn í næringarmeðferð krabbameinssjúklinga viðhald vöðvamassa. Og þar grundvallar atriði að orku og prótínþörf sjúklingsins sé mætt. Og ESPEN ráðleggingarnar að þær miðast við að orkuþörfin sé á bilunum 25 til 30 kaloríur per kíló á dag og þetta bara svipuð orkuþörf og ráðlögð fyrir heilbrigða einstaklinga. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að það alltaf eitthvað hlutfall sjúklinga sem að fellur fyrir ofan og neðan þessi viðmið, sem hafa hærri eða lægri orkuþörf. Nákvæmasta leiðin til þess að mæla orkuþörfina náttúrulega með þartilgerðum tækjum, þannig að auðvitað ætti að nota þau ef þau til staðar. Og prótínþörfin að ESPEN ráðleggur að prótíninntöka hjá krabbameinssjúklingum sé aukin miðað við heilbrigða og fari jafnvel upp í 1 til 1,5 grömm prótein per kíló á dag. Heilbrigðir miðað við að heilbrigðir noti 0,8 grömm prótein per kíló á dag til viðmiðunar og ESPEN varpar fram þeirri rannsóknar spurningu hvort það sé jafnvel ástæða til þess að auka þetta prótínmagn enn frekar. En það að auka orku og prótíninntökuna hjá sjúklingnum sem eru komnir með mikil bólguviðbrögð, að það dugir oft ekkert til þess að stöðva þetta niðurbrot á vöðvamassa. Og nýjar rannsóknir benda til þess að mögulega sé hægt að notast við fæðubót eins og lífsnauðsynlegu amínósýrurnar lúsín og glútamín til þess að stöðva þetta niðurbrot eða allavega stuðla að vöðva uppbyggingunni. En þetta eitthvað sem ennþá verið að rannsaka og ekki staðfest. Omega-3 fitusýrurnar, þær koma sterkar inn og það margar rannsóknir sem að sýna fram á mjög jákvæð áhrif omega-3 fitusýra á næringarástand krabbameinssjúklinga og hreyfigetu. Og þar sem það hefur ekki verið sýnt fram á nein sérstök vandamál sem tengjast neyslu á omega-3 fitusýrum sem fæðubót, að þá ráðleggur ESPEN að þær séu notaðar sem hluti af næringarmeðferð í þeim tilgangi að bæta næringarástand og viðhalda vöðvamassa. Og daglegur skammtur væri þá alltaf 5 grömm á dag þegar verið að tala blöndu af EPA og DHA eða 1,8 grömm ef bara að ræða EPA fitusýrurnar. Þetta taldir öryggisskammtar. Og líkamsþjálfun nokkuð augljóslega mikilvægur þáttur í viðhaldi vöðvamassa og ESPEN ráðleggur að það sé notast við reglulega líkamsþjálfun bara sem hluta af meðferð við vannæringu og hreyfing og þetta þá bæði þol og styrktaræfingar sem verið að tala að þær eiga að vera til staðar bæði í krabbameinsmeðferðinni sjálfri og einnig í endurhæfingarferlinu. Og þetta geta verið bara allt frá því að vera bara húsverk, raka sig, bursta tennurnar upp í bara þrekæfingar og lyftingar. En þá það stóra spurningin, til eitthvað mataræði sem getur læknað krabbamein? Og staða þekkingar í dag sú að það ekkert mataræði til sem getur læknað krabbamein eða komið í veg fyrir endurkomu þess. Og ESPEN varar við því að krabbameinssjúklingar notist við svona tísku matarkúra
sem að byggja ekki á vísindalegum grunni og hafa ekki staðfest jákvæð áhrif og sem að geta hugsanlega gert bara meiri skaða en gagn. Og kenningar að svelta æxlið eru ekki studdar klínískri útkomu og allt sem að stuðlar að því að draga úr næringarinntekkt sjúklinga sem eru þegar vannærðir eða í hættu á að verða vannærðir forðast. Og þetta auðvitað sérstaklega mikilvægt í tilfelli krabbameinssjúklinga sem eru sá hópur sem í mestri hættu á að verða vannærðir. Og það vitað að lélegt næringarástand þeirra beintengt verri horfum. En það hins vegar rannsóknir í gangi þar sem verið að skoða hvort að mjög markviss tímabundin notkun föstu í kringum lyfjameðferðir geti mögulega aukið jákvæð áhrif lyfjameðferðarinnar og dregið úr aukaverkunum og það verður bara mjög spennandi að sjá hvað þessar rannsóknir segja. Hvað með keto? Athyglin hefur náttúrulega beinst mjög mikið að keto mataræði á undanfarnum árum og þá meðal annars sem leið til þess að hemja vöxt krabbameinsæxlis og í grófum dráttum að þá felur keto mataræði í sér að því að auka hlut fitu í mataræðinu en draga samanskapi úr hlut kolvetna og þetta framkallar ákveðnar breytingar á efnaskiptum þannig að líkaminn fer að nota frekar glúkósa fitu sem orkugjafa frekar en glúkósa. Og kenningin varðandi krabbameinsæxlið gengur út á það að krabbameinsæxli nýta sér frekar orkuefnaskipti glúkósa. Og með því að nota ketomataræðið að þá takmarkar maður mjög það magn glúkósa sem að líkaminn hefur til umráða í efnaskiptaferla og þá minnkar einnig það eldsneyti sem að krabbameinsæxli nýti sér best til eigin framdráttar og það hefur verið sýnt fram á þetta virki en þá bara að ræða rannsóknir á rannsóknarstofum og í dýrum. Og það eru engar klínískar rannsóknir sem sýna fram á virkni ketomataræðis meðal krabbameinssjúklinga. Nú að lokum að þá skulum við horfa til framtíðar og eins og fram hefur komið að þá vannæring mjög flókið samspil margra þátta sem að allir hafa neikvæð áhrif á næringarinntekkt og líkamssamsetningu einstaklingsins. Og til þess að næringameðferð skili tilætluðum árangri þá mikilvægt að allir áhrifaþættirnir séu teknir með í reikninginn. Og þess vegna núna að fara að tala að meðferðin þurfa að fela í sér ekki bara áherslu á að einstaklingurinn uppfylli orku og próteinþörf til þess að sporna gegn vannæringunni, heldur þarf samtímis að meðhöndla alla hina þættina sem að stuðla líka að vannæringunni. Til dæmis þessar efnaskiptabrenglanir sem ég búin að fjalla hérna og leiðbeina einstaklingum með líkamsæfingar sem að örva vöðvauppbyggingu og veita stuðningsmeðferð við sársauka og andlegri vanlíðan. Og þetta kallar að sjálfsögðu á aðkomu fleiri heilbrigðisstétta þar sem að allir þurfa að leggjast á eitt til þess að hámarka útkomu fyrir sjúklinginn. Takk fyrir. Já. Jæja, ég þakka kærlega fyrir Brynhildur þetta yfirgripsmikla erindi krabbamein og næringu. Við gætum kliftað einni eða tveimur spurningum ef þær eru hendur á lofti í hinum rafræna heimi. Mér langar svolítið til þess að heyra hjá Brynhildur hvort þú kannast við, eða það segja að þú segir að tap á vöðvamassa hafi mest fósforgildi. Getum við mælt það í rútínu, í meðferð? Fyrirgefðu, ég heyrði ekki alveg spurninguna, Borghildur. Mér langar bara rétt að heyra hérna í sambandi við tap á vöðvamassa. Já. Hefur gott fósforgildi framgang, vannæringar og heilbrigðis. Getum við mælt það í rútínu vinnu, í klínískri vinnu? Vöðvamassa. Já, hvernig þetta gerir Já. við?
Já, við náttúrulega erum því miður ekki ennþá farin að notast við það í klíninginni. Já, þannig að það náttúrulega hægt að nota þar til gerð tæki, DEXA-skanna og annað slíkt og síðan getur maður náttúrulega nota bara einfaldari aðferðir eins og að mæla ummál upphandleggsvöðva og slíkt. Kannastu við að þetta sé gert og safnað upplýsingum fyrir bara í klínískri vinnu við meðferð sjúklinga? Eins og segi, það ekki verið að nota þetta í klíník allavega hér á Landspítalanum og mér skildist á ykkur það var heldur ekki verið að nota það á Akureyri. Þannig að það eflaust einhverjir út í heimi sem að notast við mælingar á vöðvamassa en þetta eitthvað sem að ESPEN leggur gríðarlega mikla áherslu á að verði involverað bara í næringameðferð krabbameinssjúklinga, að mæla vöðvamassan. Við vigtum sjúklinga og reynum að fylgjast með hvernig vigtin þróast yfir lengri tíma sem eru náttúrulega mjög mikilvægar upplýsingar í að fylgja hverjum einu sjúklingi eftir en við erum þá að tapa svolítið þessum upplýsingum sem felast í því að þeir eru hugsanlega rýrna með mikið og meðan við sjáum það ekki þá að þyngdin sé upp á borðinu. Man notar náttúrulega þyngdartap sem bara mjög góðan mælikvarða á hvað að gerast. Það það sem við höfum í dag. Þakka kærlega fyrir Brynhildur og svo hvet ég ykkur til þess að ýta á hendina við viljið koma inn athugasemdum eða spurningum af því við hittum svo aftur hérna í lokin eftir sirka hálftíma og höfum þá nokkrar mínútur fyrir fyrirspurnir til allra fyrirlesarana. Þau verða allir í panel eftir. En síðasti fyrirlesarinn er Elísabet Arnardóttir, hún er talmeinafræðingur á Landspítalanum og hún er sem sagt ætlar að tala krabbamein í höfði og hálsi og kyngingartregðu. Gjörðu svo vel, Elísabet. Já, takk fyrir. Heyrið í mér? Já. Ok. Já, komið sæl og takk fyrir að bjóða mér að tala á þessum ágæta næringardegi til hamingju með hann. Ég er sem sagt talmeinafræðingur á Landspítala og vinn í teymi sjúklingar sem greindir hafa verið með krabbamein í höfði og hálsi. Þetta svona það að hafa talmeinafræðing í þessu teymi tiltölulega nýtt á Landspítalanum. Ekki nema 3 ár síðan við byrjuðum formlega að taka þátt í þessu. Ég segi ykkur betur frá starfi teymisins á eftir. Ég ætla aðeins að sýna ykkur þessa fínu mynd af manni drekka vatn. Þessi mynd sýnir leið fæðu í gegnum munn og kok og við skiptum svona fræðingar skipta oft kyngingu í 3 stig, munnstig, kokstig og vélindastig og við hugsum kyngingu sem svona hólf. Þetta sveigjanlegur vefur, þetta eru hólf sem þurfa að geta þanist út og dregist saman og laga sig að því sem er við að kyngja og milli hólfana eru ventlar sem að skapa undirþrýsting á undan tuggunni. Þetta er svona eðlisfræði og þið getið sannreynt þetta með því að hreinlega bara prófa að kyngja munnvatni án þess að setja saman varir. Og þá finnið þið að þá vantar að loka fremsta ventlinu sem eru varir og þá er erfiðar að kyngja. Til að við getum næst þá þurfum við að geta kyngt. Allavega ef við ætlum að nærast á eðlilegan hátt. Það að kyngja er flókið ferli, þetta er flókin heila, tauga og vöðvavirkni, ríflega 30 vöðvapara í munni, koki og vélinda. 5 heilataugar koma þar mest við sögu. Við kyngjum akandi, við kyngjum sofandi og við kyngjum náttúrulega ofta þegar við erum að borða og drekka. Kyngingatregða á munn-kok-stigi er það sem fellur undir sérsvið talmeinafræðinga. Það er að segja svona hvernig það funkar þegar fæðan fer í gegnum
munn og kok. Ef að einhver hluti þessa samhæfða kerfis í munn og koki verði fyrir skaða, að þá getur hann verið með kyngingatregðu á munn-kokstigi. Þetta er hálfgerður tungubrjótur. Krabbamein í höfði og hálsi, það er nú komið fram. Þetta er óheppileg staðsetning upp á að geta borðað. Óheppileg staðsetning fyrir krabbamein. Það krabbamein í höfði og hálsi stendur fyrir krabbamein sem finnst í efri öndunarvegi og hluti af öndunarvegi. Kokið er hluti af meltingarvegi, akkurat þegar við kyngjum. Flest þessara krabbamein eiga upptök í vörum, munnholi, munnvatnskirtli, munnkoki, hálskirtlum og barkakýli. Og einkennum krabbamein í höfði og hálsi geta verið hnútur eða sár sem ekki grær, langvinn hálsbólga, kyngingarerfiðleikar, breytingar á rödd, ef röddin verður hás til dæmis. Áhættu þættir fyrir þetta krabbamein eru áfengis- og tóbaksneysla og síðan í vaxandi mæli undanfarin ár HPV-veirusmit. Af þeim krabbameinum sem eru í munn og hálsi þá er flöguþekjukrabbamein langalgengast. En hvernig truflar krabbameinið kyngingargetuna? Það er æxlið sjálft sem getur haft áhrif á líffæri kyngingar. Það getur orðið bjögun eða hliðrun eða þrengsli í meltingarvegi. Það getur verið truflun á tauga- og vöðvastarfsemi og það getur verið skyntruflun. Það er ekki nóg að vöðvarnir geti hreyfst, heldur þurfum við líka að hafa skyn eða tilfinningu fyrir því hvað er að gerast. Nú svo er það blessuð læknisfræðilega meðferðin. Það er helsta meðferð við þessu krabbameini er skurðagerð, geislameðferð eða lyfjameðferð. Stundum er bara ein af þessum meðferðum, stundum er bara einni af þessum meðferðum beitt, en oft er þetta samtvinnað, jafnvel allt þrennt. Og eftir því sem fleiri meðferðarformum er blandað saman þá aukast líkur á kyngingatregðu. Það er mjög algengt að til dæmis að geisla- og lyfjameðferð sé beitt saman. Áhrif, ef það er bara skurðagerð, þá auðvitað eru mjög mismunandi áhrif á kyngingagetu. Við skurðagerð verða einhverjar breytingar á líffærum, til dæmis ef það er fjarlægt æxli af tungu, að þá, ef það er lítið, þá breytir það ekki kyngingagetu neitt að ráði, en segjum að það sé tekin hluti af kjálka, vörum, þá breytir það auðvitað miklu í kyngingargetu, miklu meira, þannig að það svona fyrir eftir eðli aðgerðarinnar hversu mikið kyngingargetan breytist. Og svo getur auðvitað orðið taugaskaði við aðgerðir og örvefsmyndun sem gerir vef stífan, vef sem þarf að vera sveigjanlegur. Áhrif geislameðferðar með eða án lyfjameðferðar, þau eru mikil á kyngingu. Það sem er rautt á glærunni, það eru svokölluð bráð einkenni og verða fljótlega eftir að geislameðferð hefst. Og það eru slímbólga, það er roði, særindi í slímhúð, munnþurskur, bragðskynstruflun sem hefur nú verið minnst á hérna svolítið, og sársauki í munni og koki. Það eru eymsli, það er sárt að kyngja. Vefurinn geislarnir valda svona eins og bara sólbruna. Vefurinn verður aumur. Og skert raddgæði hjá þeim sem eru með geisla á hálssvæði. Þannig að fólk getur orðið svolítið hást eða röddin rám. Síðan eru svona seinkuð áhrif sem að geta versnað
og jafnvel farið að valda virkilegum vanda löngu eftir að meðferð lýkur. Jafnvel 5-6 árum eftir lok meðferðar þá getur bandvefsmyndun, hún getur smám saman aukist, þar að segja verður svona eins og örvefur í þessum vef sem þarf að vera sveigjanlegur eins og ég talaði um áðan, og skert munnopnun sem er kallað kjálkastjarfi eða trismus, það er stífni í tyggjavöðvum sem veldur því að fólk getur ekki opna munnin almennilega. Og það sem ég var nú svolítið glöð að heyra hér í dag er að fólk að tala um lífsgæði. Það eru verulega skert lífsgæði sem fylgja kyngingatregðu. Alveg gríðarlega skert lífsgæði. Og svo náttúrulega bara ásvelgingarhætta kyngingatregða er að sjálfsögðu afleiðing, eða getur verið afleiðing geislameðferðar, jafnvel mörgum árum eftir að meðferð lýkur. Aðeins munnþurrka, því að það er afskaplega algengur fylgikvilli geislameðferðar með eða án lyfjameðferð og fylgir fólki gjarnan bara út lífið. Það er aðeins búið að tala um munnþurrk, munnvatn er svo merkilegt fyrirbæri að ef maður er með munnþurrk þá veldur það erfiðleikum bæði við að tala og kyngja. En í munnvatni eru ýmis efni sem að það er ekki nóg með að munnvatn bleyti fæðuna og hjálpa okkur að mynda tuggu. Heldur færir munnvatnið fæðuna að bragðlaukum svo við finnum bragð. Það eru ensím í munnvatni sem brjóta niður kolvetni, það er svona byrjar melting þar. Það eru efni í munnvatni sem að vernda tennur og slímhúð og munnvatn viðheldur æskilegu sýrustigi í munni og verst bakteríum. Dæmi einkenni kyngingatregðu vegna geisla meðferðar með eða án lyfjameðferð. Það er erfitt að vinna fæðuna í munni, það er erfitt að tyggja hana. Fólk getur jafnvel bara ekki borðað fast fæði, verður að fá fljótandi eða jafnvel bara svondunæringu. Það er átak að kyngja, það er tilfinningum eitthvað siti fast í hálsunum, það er erfitt að kyngja töflum. Fólk er gjarnan lengi að borða og það að vera lengi að borða veldur því að fólk borðar minna. Það er að segja ef það fer yfir að þú ert 20 mínútur plús með eina máltíð að þá borðar fólk yfirleitt bara of lítið, það næri ekki að borða fulla máltíð. Það er ekkert gaman að sitja einn eftir þegar allir eru búnir að borða og þá bara hættir fólki til að borða minna. Fólki svelgist á, fólk hóstar við og eftir máltíðir, þetta er svona dæmi einkenni. Og þá að verklagi sem að við erum með á Landspítala í sambandi við fólk sem hefur verið greint með krabbamein í höfði eða hálsi. Það er yfirleitt, við vinnum mikið með hálsna- og eyrnalæknum og hjúkrunarfræðingum, það er yfirleitt hjúkrunarfræðingur sem bókar á talmeinafræðing og næringafræðing á göngudeildinni í Fossvogi, göngudeild HNE og við tölum mikið saman, talmeinafræðingarnir og næringafræðingarnir þennan sjúklingahóp og reynum að vinna þetta saman. En viðtölin eru hvort í sínu lagi. Við erum með skoðun og viðtal áður en geislameðferð hefst. Það er bókað bara þegar samráðsfundur á samráðsfundi er búið að ákveða meðferðina að þá er bókað hjá okkur, oft sama daginn þar sem við hittum. Erum þarna í næsta nágrenni. Kyngingageta, við metum kyngingargetu, þar sem talmeinafræðingur metur kyngingargetu og ég segi ykkur eins frá því eftir og fer í gegnum svona æfingar, við kennum sjúklingum sérstakar æfingar og síðan erum við með reglulega eftirfylgd í meðferð og eftir að meðferð lýkur. Þau matstæki sem við notum í þessu forviðtali, forskoðun er staðlað klínískt kyngingamat sem er sérsniðið að fólki með krabbamein í höfði hálsi. Við skemum, notum staðlaða skemun og ásvelgingarhættu og síðast en ekki síst þá erum við með frábæran lífsgæða matslista sem er sérstaklega tengdur kyngingagetu einstaklinga með krabbamein í höfði hálsi
Og þessi matslisti var, það var Ragnhildur Gunnarsdóttir talmeinafræðingur sem vann hans sem mastersverkefni og reynist alveg ljómandi vel. Síðan þegar búið að meta kynkingagetu og leggja þessa matslista fyrir að þá kennum við fólki, þá fær fólk fræðslu og við kennum fólki hreinlega æfingar fyrir kynkingavöðva og þetta eru kallaðar prophylactic exercises, þar að segja að þær eru í forvarnarskyni. Það hefur svolítið verið talað líkamsþjálfun hérna. Í munni og koki eru vöðvar sem þarf að þjálfa og það er mjög mikið if you don't use it, you lose it í sambandi við kynkingu. Af því að fólk þarf oft, það hættir oft að geta borðað sem sagt eins og fastfæði og verður að fara fljótandi fæði eða jafnvel ekkert, getur ekkert borðað kannski og þarf að vera með sondu og þessi vöðvar eru fljótir að rýrna. Þannig að það er vaxandi rannsóknarstuðningur við að svona svolítið intensív þjálfun geti skipt máli í sambandi við hvernig fólk kemur út úr geisla og eða lyfjameðferð, þar að segja að það gerir gagn að þjálfa þessa vöðva á meðferðartímabilinu. Þjálfun, hreyfing þessara vöðva sem við kyngjum með og tölum með, mikið sömu vöðvarnir, að með því að hreyfa þá þá viðhöldum við blóðflæði og viðhöldum hreyfigetu, betri súrefnisupptöku og minnkum líkur á vöðvarýrnun. Þetta er svona bara mynd af blaðinu sem að fólk fær sem kemur til okkar. Við förum vel yfir æfingarnar með þeim. Þetta eru kyngingaræfingar í forvarnarskyni, það er svona fræðsla og við útskýrum og förum vel yfir æfingar með fólkinu. Hérna er annað dæmi æfingar. Mikilvægt að gera kjálkaæfingar til að minnka líkur á trismus eða kjálkastöðva. Síðan höfum við sem sagt fylgjum á meðferðartímabilinu, það eru oft 4 til 6 vikur sem fólk er í geislameðferð. Við svona hringjum í fólk, bjóðum því að koma ef það þarf hjálp við aðstoð, aðlögun að æfingum. Það þarf oft svona að laga æfingarnar að getu sjúklings. Við líka hvetjum sjúklinga, ég glemdi nú að nefna það alltaf í þessu viðtali fyrir meðferð, við hvetjum sjúklinga eindregið til að halda áfram að borða. Það sé mjög mikilvægt, bara eins og það getur og reyna að ræða við verkjastillingu fyrir máltíð og svo framvegis. Við fylgjum sjúklingum eftir að meðferð lýkur, ef að það eru kyngingarerfiðleikar þá fylgjum við fólki bara eftir þörf. Ef það eru ekki, ef fólk hefur gengið bara ágætlega að borða og drekka á meðferðartímabilinu, þá er bara eitt eftirfylgdarsímtal 8 til 12 vikum eftir að meðferð lýkur. Þetta er næst síðasta glæran, eða síðasta. Í sem sagt hnotskurn að þá læknismeðferð við krabbamein í munn og hálsi getur valdið kyngingatregðu, jafnvel alvarlegri og langvinnri kyngingatregðu, eitthvað sem fylgir fólki út lífið. Það er rannsóknarstuðningur að fyrirbyggjandi æfingar geti dregið úr neikvæðum áhrifum geislalyfjameðferðar og það þarf að hafa í huga næringarvandi, ef fólk er með næringarvanda, ef það bara er að léttast, það gæti verið með kyngingatregðu og það þarf að bregðast við því. Við talmeinafræðingar erum með ýmis matstæki og það þarf að spyrja, það er ekki nóg að spyrja fólk bara, já hvernig gengur að borða? Bara ágætlega. Það þarf að spyrja mjög hnitmiðað, ekki bara svona einfaldra spurninga heldur spyrja nánar út í einkenni og
ef einhver hefur áhuga á að skoða matstæki eða spyrja okkur út í það. Það er nefnilega oft þannig að þú spyrir sjúkling hvernig gengur að borða, hann segir vel og svo ef maður fer að spyrja nánar þá kannski kemur í ljós, já ég þarf nú reyndar að setja allt í blandarann en mér gengur ágætlega að borða. En þá er það ekki, þá er einhver gengingavandi til staðar, sem sagt. Þannig að hafa í huga að við talmeinafræðingar við erum með svona klínísk matstæki, auk þess getum við stýrum við kyngingarmyndatöku á munn- og kokstigi. Það er gert á Landspítala og líka á Fjórðungssjúkrahúsinu veit ég, Ingunn er þar. Og síðan er líka hægt að gera kyngingarspeglun þar sem kokstig kyngingar er skoðað með speglun. Þannig að það er hægt að skoða hvað er að og reyna að finna lausnir. Og síðan vil ég bara þakka fyrir mig og tek glöð með spurningum ef einhverjar eru. Kærar þakkir fyrir þetta fróðlega innlegg. Við erum búin að fara yfir í dag víðan völl og titlað á ýmsum þáttum sem varða krabbamein og næringu og Friðbjörn svaraði spurningunni skiptir næring máli, hann svaraði játandi þannig að við trúum því. Það eru margir þættir sem koma saman og við sjáum alltaf þessu síðasta erindi að margar fagstéttir þurfa að koma til að það gangi allt saman vel. Þannig að svona teymisvinna eða samvinna fagstétta er náttúrulega bara grundvallaratriði í meðferð ef til og vel á að takast til. Ég vil hvetja þá sem eru að horfa og hlusta. Þetta er náttúrulega ótrúlega leiðinlegt að standa hér og vita af yfir 60 mann sem eru að taka þátt í ráðstefnunni sem við erum náttúrulega afskaplega ánægð með og þakklát fyrir að geta þá haldið viðburðinn þó að þetta ástand sé í gangi. En þið með mjög gjarnan nýta hendina og koma með spurningu ef þið hafið spurningar. Allir fyrirlesarar eru nú með opið hjá sér þannig að þeir geta tekið við spurningum og lagt að mörkum. Það er ekki nema 5 mínútur eftir að fundatímanum, en þó það voru smá táknörðuleikar þarna stutt eftir byrjun, en ég vona að það hafi ekki truflað dagskrána alltaf mikið. Það er ein spurning, Guðjón Björnsvel. Heyrið þið mig núna? Heyrum við þig, Guðjón, gjörðu svo vel. Já, ég er ekki með myndavél, þannig ég get fyrir miður ekki deilt mynd af mér. En ég er með spurningu, ég tók eftir því að það var mikið lagt áherslu það að við fylgjumst með vöðvamassa. Og að við, og þetta er hlutur sem ég held að við höfum gert mjög lítið af. Kannski spurning til Friðbjarnar og ykkar á daggöngudeild, er eitthvað sem við getum gert til þess að bæta okkur í þessu? Og þá kannski bæði hvað það var mæla og uppgöta vaxandi vöðvarýrnun, en einnig líka hvað við getum gert til að fyrirbyggja það. Brynhildur kannski getur. Hvað segir Friðbjörn og hvað segir Inga Margrét? Getur umhverfið þau? Það er hægt að mæla impedans. Ef við höfum lipurtæki til að gera það, það er hægt að fylgja líkamssamsetningu með impedansmælingum reglulega. En við eigum ekki þannig tæki sem er lipurt og uppistandandi og tilbúið til notkunar alla daga. Hvað segir Brynhildur? Er hún í okkur? Jæja, heyrið í mér? Já, ég misti aðeins af byrjun á spurningunni, en þú ert að spyrja hvort við getum auðvitað mælt vöðvamassa, eða ekki? Jú. Já,
jú, ég meina, þú veist, þetta snýst að hafa bara réttu tólin og við til dæmis á Landspítalanum við eigum eitt svona tæki sem að færanlegt og þetta bara spurningum að koma því í gagnið. Er þetta dýrt? Er þetta dýr tækni? Er þetta flókið í framkvæmd? Þetta eflaust frekar dýrt tæki en það ekkert rosalega flókið í notkun, skilst mér. Og þetta impedansmæling sem tiltölulega einföld, sem sagt. Já, bara prentast út bara líkamssamsetningin. Og ekki eða sem sagt niðurstöður. Ekki inngrip fyrir sjúkling, eða sem sagt ekki inngrip neitt. Þetta bara Nei. Já, þetta ég veit að það var notað í rannsóknum á næringarástandi sjúklinga á Landspítalanum, en það ekki verið að nota það semst í klíník. En það bara verkefni fyrir framtíðina væntanlega. Eru fleiri spurningar? Má kannski bæta við að það eru tól í sögukerfinu sem Inga Margrét fór vel yfir og við erum ekki að nota þau. Nei, það semst í sambandi við að fylgjast með mati á hættu á vannæringu væntanlega og svo þá lífsgæða kvarðarnir, eða semst spurningarnar. Já, einmitt. Og það var einmitt það sem að ég ætlaði mig langa til að ljúka kannski bara þessum fundi með að kannski aðeins að horfa bara inn á við núna eftir alla þessa yfirferð hjá ykkur á göngudeildinni og svo þessi innlegg frá Landspítalanum. Getum við gert betur? Kannski Inga Margrét eða Friðbjörn eða Heimalinning. Það sem kannski gaman að fara yfir þessa leiðbeiningar frá Espen sem var gaman að skildi vera svona mikið rætt núna í dag og það var gaman að sjá styrkleika meðmælina og þau meðmæli sem voru sterkust hjá þeim ef ég man rétt, það var hreyfing. Hreyfing það sem skiptir eiginlega mestu máli varðandi næringarástand og ég held að við séum að standa okkur vel þar. Við erum mjög meðvituð það að brýna það fyrir okkar kúnum að stunda virkar hreyfingu. Sem minnir okkur enn og aftur á það hvað mikilvægt að við sjáum meðferðina út frá mismunandi sjónarhornum. Þetta þó við séum með lyfjameðferð eða geislameðferð, að það eru mjög margir þættir sem spila þarna inni sem að fleiri fagstéttir þurfa að koma kannski að. Fleiri komment? Ég verð að segja það að það mikill fróðleikur sem hefur komið fram hér í dag, frábær samantekt og ég vil þakka ykkur öllum sem að lögðu okkur heilmikla vinnu við að setja saman ykkar og flytja ykkar erindi. Ég segi fyrir mig, ég hef úr heilmiklu að vinna eftir þennan dag og ég ætla svo sannarlega að notfæra mér það og vona við getum í samvinnu lagt svolítið yfir okkar verkferla hér og púntað svolítið og pikkað út þætti sem við gætum hugsanlega gert betur sem bara eðlilegur hluti af stöðugri svona gæðavinnu í klínískri vinnu. Þannig ég vona svo sannarlega að þetta geti nýst ekki bara okkur heldur ykkur hinum sem að eru að hlusta á þetta og taka þátt í þessar útsendingu. Fyrirlesturarnir verða settir inn á YouTube sjúkrahússins bara á ytri síðu SAK og ég vil bara að lokum þakka ykkur sem voruð með okkur í dag í þessari svona pínu hikstandi útsendingu og svona smá nökrar í að tala saman á milli herbergja og hæða og tæknin ekki fullkomlega lipur en ég vona að þetta hafi allt saman komist vel og auðveldlega til skila og þessar truflanir hafi ekki valdið of miklum óþægindum. Kærar þakkir öllsömum og við ljúkum þessu hér með. Takk ykkur fyrir.